Komið sæl, verið velkomin. Þið hérna frammi þið getið tillt ykkur. Það er við erum að láta vel fara alla. Verið hjartanlega velkomin og bara við erum bæði hérna í salnum og svo erum við í beinni á Vísi og ætlum hérna að vera í dag með oddvitakappræður allra framboða í Reykjavík og ætlum þar að reyna að varpa aðeins ljósi á stefnu framboðana í helstu málaflokkum sem varða borgarbúa. Og í því skyni kynntum við í morgun kosninga áttavita viðskiptaráðs og ég ætla að fara yfir hann hérna í nokkru stuttu máli áður en að kappræðurnar sjálfar hefjast. En ég heiti Björn Brynjúlfur og er framkvæmdastjóri viðskiptaráðs. Ég er líka með augnsýkingu, þannig ég ætla að vera í þessum stíl í dag, bæði til að hlífa mér og ykkur fyrir því sem er hér að baki. En já, við ætlum að vera með bara tvískiptar umræður og við ætlum að bjóða fyrst 6 oddvitum upp á svið og síðan 5 oddvitum og við ætlum að klára klukkan 6 og við erum búin að semja við Iðnó gleðistund á barnum hérna eftir á, þannig að ég hvet ykkur líka til að staldra við þegar fundi lýkur og eiga gott samtal og spjall um málefni borgarinnar. En örstutt bara þennan áttavita sem við byggum til og tilgangur með honum er að reyna að varpa ljósi á stefnu frambúðana og aðeins að ná í gegnum þokuna og sjá hver raunverulegu stefnumálin eru. Og í því skyni lögðum við fyrir öll frambúðin og fengum svör frá öllum 11 frambúðum við 30 sértækum spurningum sem varða helstu málaflokka sem snerta borgina. Og hérna sjáum við dæmi þá nokkrar slíkar spurningar og við síðan tökum þær saman í þessar 6 helstu málaflokka og gefum síðan svörunum í rauninni einkunn á kvarða. Og kvarðinn köllum við efnahagslegt frelsi og ég ætla að útskýra aðeins hvernig hann virkar. Hérna sjáum við dæmi spurningu sem liðka ætti fyrir einkarekstri í leik- og grunnskólum. Og við erum með einkarekna leik- og grunnskóla í Reykjavík og spurningin þá viljum við greiða veg þeirra eða erum við andvíg því. Og ef við tökum hálfskáldaða eða sögulega persónu sem heitir Karl, þá væri hann mjög andvígur þessari fullyrðingu og hann myndi þá raða sig vinstra megin á þennan ás. En viðskiptaráð sem meðal annars með fyrirtæki sem eru í slíkum rekstri og vill að þau geti keppt við hið opinbera á jafnræðisgrundvelli mjög fylgjandi þessu. Þannig að hérna sjáum við þá að viðskiptaráð þá hægra megin á þessum efnahagslega frelsisás en Karl eða Kalli eins og við köllum hann vinstra megin. Og síðan, þannig að þetta þá efnahagslegi frelsisskalinn og við erum að búa til kross, þannig að það einn ás og svo annar ás. Þetta þá lárétti ásinn og fyrir lóðrétta ásinn þá spurjum við hvað myndi einar áttavilti gera. Einar áttavilti getur aldrei ákveðið sem neitt og svarar öllu hlutlaus eða skilar auðu í öllum spurningum. Hvernig myndum við mæla hann? Færi hann bara í miðjuna eða getum við einhvern veginn sýnt fram á að hann sé ekki með jafn skýra stefnu og aðrir? Og þá erum við með hinn ásinn sem heitir skýrleiki stefnu. Og framboð sem svara með afgerandi hætti öllum spurningum fá mjög hátt á þeim kvarða, á meðan einar áttavilti sem svara hlutlaus eða svara jafnvel ekki öllum spurningum, hann þá mjög lágur. Þannig að þá ertu velunnaður fyrir að vera með skýrari afstöðu við spurningunum, hvort sem þú ert sammála Kalla eða okkur í svörunum. Og þetta eru þá niðurstöður allra 11 frambúða. Við erum þá með á vinstri hægri ásnum, lengst til vinstri eru þá vinstrið og sósíalistar og með skýra stefnu. Þar, ef við tökum frá vinstri til hægri, þá eru Píratar nálægt þeim en með aðeins óljósari afstöðu í mörgum málum. Svo Samfylking og Flokkur fólksins, öll raða þau sér Samfylking og Flokkur fólksins komin mun nær miðjunni. Og svo sjáum við 6 framboð þarna hægra megin og það Framsókn sem þá kannski næst miðjunni en kannski með ekki jafn afgerandi svör og aðrir. Svo erum við með Viðreisn og vekjaraklukkan myndmerki góða dagsins framboðsins og þar fyrir ofan okkar borg. Þannig að af öllum 11 frambúðum okkar borg með skýrustu stefnuna. Þau eru mjög afdráttarlaus í svörum sínum við öllum 30 spurningum. Og síðan lengst til hægri saman á mjög svipuðum stað, við þurftum meira að færa það á örlítið sundur þessi dýr, fálkann og hestinn,
en þar eru þá Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur, en Miðflokkur örlítið skýrari, þar að segja hann tekur örlítið svona sterkari afstöðu í sínum spurningum. Þannig að þetta þá heildarniðurstaðan og síðan munum við núna sýna ykkur svörin við einstökum spurningum í ákveðnum málaflokkum. Og það verður svona umræðu grundvöllurinn í dag og við munum spurja oddvitana út í svörin og svona málaflokkana í heild. En ég ætla bara að stýra fundi en ekki að umræðunum, heldur ætla ég að kalla upp á svið 2 aðra frá ráðinu. En bara rétt áður en ég geri það, þá ætla ég að sýna ykkur hérna bara örsnöggt hverjir eru hérna fulltrúar í dag. Og við erum svo heppin að vera með fulltrúa allra framboða, 9 oddvita og 2 í stað oddvita sem forfölluðust. En ég ætla að eftirláta umræðustjórum að kynna þau hérna eftir. Og umræðustjórarnir eru 2. Það eru þau Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur Viðskiptaráðs og Magnús Sigurbjörnsson, starfandi samskiptastjóri. Og Lísbet og Magnús, viljið ekki bara taka við keflinu? Gjörið svo vel. Komið sæl, góðan daginn, velkomin. Þannig að þessar niðurstöður og þessi kosningaáttaviti hérna vekja laust upp margar spurningar. En við ætlum svona að kafa ofan í það hérna í pallborðsumræðunum hérna á eftir og við ætlum að skipta umræðunum upp í 2 hluta. Svo það verður nú svona smá líflegt. Það ekki, Lísbet? Jú, og við ætlum að biðja fulltrúa eftirfarandi 6 framboða að stíga hingað upp og það eru Alexandra Brím í öðru sæti á lista Pírata, Baldur Borgþórsson í öðru sæti á lista Okkar borgar, Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, Guðmundur Ingi Þóroddsson, oddviti Flokks fólksins, Ingimar Þór Friðriksson, oddviti Góðan daginn og Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalistaflokksins. Komið sæl. Já, þegar funduðu ykkur svona nokkurn veginn hvað þetta er. Við ætlum bara svona rétt að fara yfir smá reglur hérna. Við ætlum að hafa smá tímareglur þegar við munum spyrja spurninga og allir fá líklega nóg af spurningum. Og þá erum við með 2 reglur aðalega. Við erum með sem sagt frambjóðendur hafa 90 sekúndur til þess að svara spurningunum sem eru beint til þeirra. Og hún Birta hérna sem situr hérna á fremsta bekk, hún er tímavörður. Og hún mun ekki hika við að íta á bjölluna sem hún er með að byrta prófa hana akkurat ef að þið talið yfir tíman og svo má gefa ansvar og þá gefa ykkur merkið ef þið viljið taka ansvar og við bregðast við því og þá fáið þið 30 sekúndur. Einmitt. En við ætlum að byrja á menntamálum sem eru einmitt eitt af lykil viðfangsefnum sveitarfélaga og við spurðum út í eftirfarandi fullyrðingar. Fyrirtæki ætti að mega opna leikskóla, liðka ætti fyrir einkarekstri í leik- og grunnskólum, taka ætti aftur upp einkunnir í tölustöfum í grunnskóla, auka ætti áherslu á grunnfög líkt og lestur stærðfræði og íslensku og innleiða ætti samræmd próf við lok grunnskólagöngu. Það er kannski viðeigandi því að ég er í svo grænum jakka að byrja á Framsóknarflokknum. Velkomin í flokkinn. Já, þakka þér fyrir. Þið eru jákvæð gagnvart auknum einkarekstri í leik- og grunnskólum. Hvernig myndi það líta út í framkvæmd? Er það að tala um fleiri sjálfstætt starfandi skóla eða auki valfrelsi innan núverandi kerfis? Á fundi Viðskiptaráðs og Viðskiptaþingi þá opnaði ég samtalið við árið 2024 við fyrirtækin. Þau voru að kvarta yfir því að ríkið og hið opinbera væru of umsvöfa mikið í samfélaginu og ég sagði komið í samstarf, opnum saman leikskóla eða daggæsluúrræði af því að sú stefna sem að Samfylkingin og vinstriflokkarnir í borginni hafa rekið hér kosningar og kjörtímabil eftir kjörtímabil hefur ekki virkað og það er klárt mál að við þurfum að beita nýjum leiðum til þess að brúa þetta bil milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar og það var bara komið mjög langt, samtal við Alvotech, Arion banki opnaði daggæsluúrræði og En þeir flokkar sem ráða núna, þeir bara slátruðu þessu máli og komið veg fyrir það. Ég held að það sé hægt að leita eftir samstarfi við fyrirtækin og ástæðan fyrir ég er ljósgræðan það er að sko rekstrarformið skiptir máli.
Við borgum með hverju barni, börnin eiga að vera úr Reykjavík, en blanda af börnum starfsmanna og blanda af börnum úr Reykjavík. Þannig að það séu svona sameiginleg gæði og allir vinna. Það er fjölbreyttar lausnir og það er leiðin áfram, en að halda að sömu aðferðir muni framkalla annan árangur en hefur verið hingað til, það er bara skilgreiningin á til vitið. Geðviki. Þannig að við verðum að breyta þessu. Alexandra, stutt Já, svar. bara sem eini fulltrúi núverandi meirihluta hérna þá ætla ég bara rétt að segja að við vorum búin að vera að ræða þetta og þó við séum ekki beint hlynnt þessu, það stemdi alveg í það að við værum að finna einhvers konar málamiðlun sem hefði getað gengið upp og Einari hefði verið það í lófalægið að ná þeirri lendingu en hefði ekki rofið þar meirihluta. Silja Sóley. Já, ég vil bara vekja athygli á því að við erum ekki hlynnti að liðka fyrir einkarekstri og fá fyrirtæki til að stofna leikskóla einfaldlega bara því að það ýtir undir stéttaskiptingu og ákveðnar stéttar ætti ekki að fá forganginn í leikskólakerfið. Takk fyrir þetta. Ingimar, þið eru líka hlynnt auknum einkarekstri í leik- og grunnskólum. Hvernig myndir þú segja að ykkar stefna endurspeglist í menntamálum? Já, góðan daginn. Góðan dag. Hérna, sko, við sæjum nú ekki fyrir okkur þjóðfélag án Verslunarskólans Íslands til dæmis eða Háskólans í Reykjavík. Þannig að ég held að fjölbreytni í menntamálum séu bara hinu góða og ýtir bara undir samkeppni og þannig að við eigum ekki alveg útiloka neitt í þessu efnum. Við auðvitað eigum að gera kröfur og hafa eftirlit með þessum stofnunum eins og er gert í HR og Verslunarskólanum. En fjölbreytni er bara hérna góða og þá auðvitað líka gæta þess að allir geti fengið að taka þátt í öllum úrræðum og við leggjum líka áherslu á það. Það sé ekki stéttaskipting en þannig að það sé hægt þá með einhverju styrta formulega eða þetta kostar að allir geti tekið þátt. Mjög góð. Kannski ég spyr bara Silju Sóley hérna sósíalistaflokknum spurningu. Þeir eru mótfallin einkarekstri í menntakerfinu. Eiga fyrirtæki þá ekki að geta boðið fram sína lausnir, til dæmis með því að opna leikskóla sem skortur eru á plássum? Mér finnst bara borgin ætti að setja í forgang að fara í uppbyggingu leikskóla og viðhaldur sínum eigin eignum. Að vera með leikskóla sem að fyrirtæki eru að reka, það ýtir undir stéttaskiptingu og það og var í forsendunum að fyrirtækin myndi fá ákveðin hluta af sínu starfsfólki með forganginn og jafnvel þótt að það sé hægt að gera ýmiss konar samninga þá mun það samt alltaf skapa ákveðið ójafnvægi milli atvinnuveitenda og bara starfsfólks. Ég var bara aðeins að bæta við þetta sko að ef fyrirtæki stofna leikskóla þá er það undir einhverju kröfum og ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé á þeim forsendum að aðrir geta sótt ekki bara starfsmenn og þegar starfsmenn hætti að þá geta þeir haldið áfram með börnin sín í leikskólum. Það verður algjör krafa hjá okkur. Kannski almennt bara svona reglurnar og þannig að andsvarið það gildir ekki til þess að bæta eða smyrja ofan á eigið svar, heldur almennt til þess að svara gagnrýni sko. Þannig að við ætlum að vera ansi hörð á ykkur tímans vegna. Guðmundur, þið eru svona, fagur græn þarna, verið hlynnt í að auka áherslu á grunnfög og taka aftur upp einkunnir í tölustöðum. Sjáið þið fyrir ykkur að ráðast í umfangsmiklar kerfisbreytingar? Já, auðvitað það er búið að vera mikill vandi með leikskólamáli mjög lengi. Við erum að tala um leikskólan, ekki? Jú. Hvort tveggja? Hvort tveggja, já. Það eru 90% notenda þjónustuna sem eru nemendur og foreldrar og þeir vilja breytingar og það væri, held ég ekki gott ef við myndum ekki hlusta á þau, ekki að stumma okkur án okkar, segjum við, þannig að við erum hlynnt þessu breytingum og taka upp þetta talnakerfi. Varðandi kannski með leikskólana og einkarekstur, við viljum hugsa þessi mál auðvitað til lengri tíma á faglegum forsendum. Hins vegar er búið að vera krísa í leikskólamálum mjög lengi. Þeir sem hafa stjórnað leikskólanum síðustu ár og áratugi, að þeir hafa ekki staðið sér nú vel og þar leðandi viljum við hugsa hlutina líka núna. Hvernig leysum við þá núna strax? Og þess vegna erum við hlynnt fyrirtæki leikskólum núna og já. Right, bara höndum áfram. Alexandra hjá Pírötum. Þið viljið ekki taka upp einkunnir í tölustöfum í grunnskóla en 88% almennings er fylgjandi tölustafaenkunum samkvæmt nýlegri könnun. Teljið þið núverandi kerfi vera nógu skýrt og finnst ykkur svona nemendur og foreldrar auðvelt með átt að sjá stöðunni?
Mér minnir nú að við höfum valið hlutlaus en ég þori ekki að fara með það. Getur verið að því að við erum breytt á lokametrunum en okkur finnst fyrst og fremst að þetta sé eitthvað sem hefur verið ákveðið af fagfólki í menntamálum en ekki af upphrópunum pólitíkusa og ég talaði við mann sem vinnur á miðstöð mennta og skólaþróunar og útskýrði fyrir mér að tölustafakerfið ekkert endilega gegnsærra þá fólk líði eins og þessi þannig að því að kennarar eru ofta að stilla það af til þess að ná einhverjum ákveðnum kvörðum og þá bara verður farin dýpra í kerfið með það hvaða spurningar eru, hvernig þeim tölustilt. Þannig að það ekkert endilega gegnsærra þó að fólki líði eins og talan sé gegnsærra á endanum. Ég held fyrst og fremst sé þetta klúður í hvernig þetta núverandi kerfi hafi verið kynnt en eins og ég segi, við bara í rauninni tökum ekki sérstaka pólitíska afstöðu til þess hvernig einkunnir í skólum eigi að vera kynntar. Það ekki pólitískt mál að okkar mati. Það bara, ef að sérfræðingar í menntavísindum segja að það eigi að vera í tölustöfum gott mál, ef þau segja að það sé betra að hafa það í bókstöfum, þá trúum við því svo sem. Við teljum ekki að þetta sé málefni sem á að vera ákveðið af pólitíkusum út frá einhverjum upphrópunum eða popúlisma. Takk fyrir. Baldur, þið takið afdráttarlausa jákvæða afstöðu til allra þessara mála og virðist vilja breytingar. Finnst ykkur núverandi meirihluti hafa misst sjónar á menntamálunum? Já, ég held að það gerir sér bara allir grein fyrir foreldra barna í skólum, leikskólum og þessu öllu saman og almenni borgarar að þessi mál eru búin að vera í miklu mólestri núna í mörg ár og fyrir utan það að svara þessu öllu mjög skýrt eins og við svörum öllum spurningum nema einni í könnunni, ég kem að því á eftir að þá blasir við að það breytingaþörf og eitt af því sem ekki spurt þarna til dæmis sú staðreynd að við teljum fulla þörf á að taka upp sérdeildir og svokallaðan forskóla fyrir börn sem tala ekki íslensku og það gert fyrir öll börn í skólanum, ekki síst þau sem ekki tala íslensku. Þær bekkjadeildir renni síðan inn í almenna bekkjadeildir í framhaldinu. Bara það eitt og sér myndi laga mikið, en Reykjavíkurborg hefur ekki náð að standa við stakt orð í til dæmis leikskólamálum, ekki frá því ég man eftir mér og ég nú frekar ungur. En við viljum bara breyta því. Einkaframtakið teljum við að muni tryggja það, en lykillinn af því að það segja á jafnréttisgrunni, þar að segja einkareknir leik- og grunnskólar fái sömu greiðslu per barn og Reykjavíkurborg úthlutar sjálfir sér. Og þar aldeilis skakkuleikur, þar erum við í 75% í dag á móti 100. Og með því að breyta því þá gerum við þetta fýsilegri kost og að auki munum við aðstoða alla þá sem sýna þessu áhuga að fara í þennan bardaga með okkur, þessa baráttu. Þá teljum við að við getum að undrastuttum tíma leyst þetta mál í skipti fyrir öll. Takk. Alexandra, viltu Það bara svara? rétt að benda á að við erum með móttökudeildir á 4 stöðum í borginni þar sem að börn með önnur móðurmál koma inn fyrst og fara svo inn í skólana. Og þetta mjög mikilvægt að þeim sé ekki haldið aðskildum mjög lengi en svo erum við líka bara í mjög góðum málum með innskráningar í leikskóla núna. Ég held að við séum, ef ég að fara með rétt mál, farin að skrá inn börn sem eru 16 og 17 mánaða í september. En þetta bara á mjög góðri siglingu í ár og var það líka í fyrra. Silja Sóley, smá svar. Já, ég mun bara að spyrja Baldur að því hann talaði að borgin væri að borga jafn mikið per barn. Af hverju borgin fer þá ekki bara frekar í að byggja eigin leikskóla? Þetta bara spurning rekstrarform? Eigum við að minnast á Brákaborg og minnast þess hvernig það fór. 3,2 milljarðar og allt skellt í lás og ekkert komið í gang. Á sama tíma byggir Árborg, ekki jafnstóran, nánast sömu stærð af splunku nýjum glæsilegum leikskóla fyrir 650 milljónir. Þannig að ég held að ef við ætlum í þennan leik þá tapir Reykjavíkurborg í hverju einustu lotu. Þetta líka ekki spurning uppbygging, þetta spurning hver að reka leikskóla þegar starfshæfur leikskóli. Baldur, ætlaðu að svara Alexandru aðeins? Það varstu góður. Ætlaðu að svara Alexandru? Ég man ekki hvað kom. Nei. Allt í góðu, við höldum áfram. Þau voru bæði einu og hvoru tveggja svo sem ekkert sem að breytin einu, þannig að þetta í leið. Ok, besta mál, þá held ég höldum bara áfram með það ekki. Og við ætlum að beina sjónum okkar að einkarekstri í borginni og þar tókum við fyrir nokkrar spurningar. Spurt var sem sagt sölu á malbökunastöðinni Höfða, sölu á hluti í Orkuveitu Reykjavíkur, útboð á sorphirðu og sorpmóttöku, mögulegt útboð á rekstri sundlauga. Og með við svörin ykkar þá eru Sósíalistaflokkurinn og Flokkur fólksins hvað gagnrýnust á sölu fyrirtækja og útboð verkefna. Við byrjum á Sósíalistaflokknum.
Silja, þið eru mjög andvíg öllum þessum fullyrðingum. Það rétt skilið að þið teljið bara almennt best að verkefni borgarinnar séu unnin innan borgarkerfisins sjálfs? Já, þú veist, það augljóslega liggur fyrir kannski líka bara í nafni flokksins að við erum fyrir innvistun og við viljum að borgin sé að sinna sinni eigin grunnþjónustu og það hefur lengi verið talað einmitt rekstur sérstaklega malbikunarstöðunar en við langar líka bara að benda á það að borgin setur sjálf verkefni fyrir malbikun í útboð og reksturinn neikvæður af því að þau fengu ekki þau verkefni sem borgin sjálf að kaupa þannig við viljum bara að borgin sé að sinna þessu sjálf. Mjög gott. Guðmundur Ingi, nú eru þið líka svona tiltölulega andvíg öllu eins og sósíalistar. Einhvers staðar tilefni fyrir einhverjastur í borginni? Nei, við leggjum mikla áherslu á það að selja ekki eigur borgarinnar, sérstaklega sem eru að skila einhverjum hagnaði, en við viljum auka við hlutverk til dæmis malbikunarstöðunar. Við viljum að malbikunarstöðin malbiki sjálf, við viljum að taki við vetrarþjónustunni og ryðju göturnar, við viljum að gera þetta eins og þetta var áður fyrir, þar sem byggist upp reynsla, þekking á málunum, við teljum það sé hagstæðast fyrir borgina. Við viljum auðvitað ekki selja Orkuveitu Reykjavíkur eða öðrum fyrirtækjum tengdar henni. Þetta er gullgæsin okkar og það væri gaman að hafa Sjálfstæðisflokkinn með að ræða akkúrat þetta mál. En já, nei, við viljum halda þessu í borginni. Takk fyrir það. Einar, þið í Framsókn eru aðeins opnari fyrir þessum leiðum og viljið til dæmis selja malbikunarstöðina Höfða. Þú vilt líka skoða að bjóða út sorpbyrðu í stóru hverfi í Reykjavík. Finnst þið brýnt að það verði ráðist í þetta verkefni strax að loknum kosningum? Já, ég held að það sé bara dauðafæri að sjá hvernig markaðurinn bregst við ef við myndum bjóða út til dæmis sorphirðuna í Grafavogi eða Breiðholti, eitthvað svona stórt hverfi sem að geti gefið okkur sem erum núna með þetta í borgarrekstri samanburð á því hvaða verð fengjum við. Auðvitað við alltaf að reyna að leita hagkvæmasta rekstrinum. Við eigum að selja malbikunarstöðina Höfða en hún tapaði mikilli markaðshlutdeild á síðasta kjörtímabili og var bara einfaldlega ekki á góðum stað og við töldum rétt að byggja hann upp aðeins áður en að hún færi í söluferli. Þannig að það er verkefni næsta kjörtímabils að taka þá ákvörðun. Hvað varðar Orkuveitu Reykjavíkur þá er orðið ansi flókið að eiga ljósleiðarann. Bara út af því að þetta er fyrirtæki á samkeppnismarkaði. Ríkið ákvað að þetta væri samkeppnismarkaður og þá erum við ein eftir með ljósleiðarann og þannig að ég er opinn fyrir því að skoða sölu á honum í það minnsta að hluta. Og svo er annað stórt fyrirtæki sem heitir Carfix sem við höfum verið í því ferli á þessu kjörtímabili að selja eða fá hluthafa inn í vegna þess að mér finnst ekki í lagi að Orkuveitan sé að axla alla áhættuna á þessu nýsköpunarfyrirtæki. Það eru miklu möguleikar með þetta fyrirtæki en áhættan og óvissan hvað raunverulega kemur út úr því, hún á ekki að hvíla á skattgreiðendum og borgarbúum. Þannig að já. Guðmundur Ingi, stutt ég glemdi því áðan að það hefði verið gott fyrir malbikunarstöðuna að hafa lóð fyrir malbikunarstöðuna í Reykjavík en svo erum við reyndar að hugsa þetta þannig líka að okkur vantar atvinnu fyrir fólk, okkur vantar atvinnu fyrir alls konar minnihlutahópa sem að geta alltaf unnið eitthvað og við sjáum tækifæri það í þessum fyrirtækjum líka. Það eru fólk sem fatlaðir einstaklingar sem geta unnið eitthvað á dag eða einhverja dag í viku og annað slíkt, þannig að já. Gott. Baldur, þið eru andvíg sölu á hlut í Orkuveitunni og teljið að þið ekki að bjóða út sorpþjónustu en viljið selja malbikunarstöðina Höfða. Er það undantekning eða myndið þið vilja skoða einhvern annan einkarekstur? Bara ef við svörum bara þessum spurningum að þess að liggja fyrir, þannig að við þurfum ekki að fabúlera, þá teljum við taktlaust að Reykjavíkurborg sé í rekstur á malbikunarstöð. Hvað var það sorphirðu og móttökustöð og það allt saman, þá teljum við ábyrgt að við höldum föst þar og sjáum það sjálf. Varðandi önnur atriði þarna eins og Orkuveituna sem að mér finnst nú risastórt mál. Það er alveg vita mál og kjósendur gera sér grein fyrir því að það leynast ýmis framboð þetta árið sem horfa til þess gindaraugum að selja eitthvað af eigum borgarinnar undir þeim formerkjum að skuldastaða sé slæm. En Guðmundur stal nú hérna frá mér orðinu, við tölum Orkuveituna sem gullgæs og allar gullgæsir í eigu borgarbúa,
þær munum við verja með kjafti og klóm. Svo einfalt það. Og annað sem við ætlum að verja líka með kjafti og klóm eru bílastæðahús borgarinnar hérna niður í miðbæ, sem eru svona safe haven fyrir íbúa í 101 og tryggja þeim öruggt stæði og öruggt skjól fyrir sín ökutæki á hófstilltu verði. Ég bjó sjálfur hérna niður í bæ á sínum tíma og veit að muna mikið þetta. Þetta ætlum við að verja með kjafti og klóm sem og ofanjarðastæði sem að sum framboð hafa jafnvel hort til að leigja út. Menn geta bara borið saman verðskrá í til dæmis Hörpu og Hafnartorgi og hér í Ráðhúsinu á móti og þá sjáðu hvað ég að tala Þetta stórt atriði fyrir íbúa í 101. Takk. Takk fyrir. Ingimar, þið verðist frekar hlynt sölu á fyrirtækjum í eigu borgarinnar, útvistun sorphirðu og viljið jafnvel skoða útboð á hluta rekstra sundlauga. Þeir eru samt ekki hlynt í að selja hluti í Orkuveitunni, ekki frekar en aðrir svo sem. Hvers vegna liggja mörkin þar? Já, það nú fyrst og fremst út af því að Orkuveitan í fákeppnisrekstri og það ekki heppilegt að selja slíkar rekstur af því þá engin samkeppni. Varandi önnur aðra þjónustu hjá borginni þá erum við mikið, okkar framboð rekstrar tengt framboð. Það fyrir ekkit, þið sjáu það bara á frambjóðendum okkar, við höfum verið í rekstri, fyrirtækjarekstri og við þekkjum hvað hagstætt að gera og eitt af því að bjóða út. En það ekki sama hvernig við bjóðum út, við þurfum að gera kröfur en það er líka að passa að þegar við förum í útboð að vinna það með tilboðsskjölum, að fá inn þeirra hugmyndir, hvernig þjónustan getur verið, þannig að hún sé sem hagstæðust. Það er reglan 80-20%, ég oft talað í viðskiptafræðinni, að þú getur leyst 80% af verkefnunum á 20% af kostnaðinum. En aftur á móti þú ætlar að reyna að leysa allt 20%, þá kostar það 80% í viðbót. Þetta eru hlutföllur og þetta er eins og þetta sé náttúrulega mál í viðskiptum. En auðvitað er þetta spurningum þessi 20% eða lögbundin þjónusta, þá verðum við náttúrulega að ganga alla leið. En það þarf að hugsa þetta vel þegar það er farið í útboð og við þekkjum þetta. Ég er sjálfur með mikla reynslu í útboðsgerð fyrir sveitarfélög og það er ekki sama hvernig við förum í útboðin. Takk. Silja, stutt svar. Já, að þú sagðir að verja Orkuveituna út af fákeppni, það er líka fákeppni í Malbikuna, sérstaklega í þessum stóru verkefnum. Malbikunarstöðin höfðu að keppast við 2 eða 3 önnur fyrirtæki og reksturinn væri jákvæður ef þau myndu fá verkefni sem borgin leggur fyrir. Ég gleymdi einu atriði áðan, það eru sundlaugarnar, það er mjög skýrt þar og við viljum ekki selja þær, við viljum reka þær áfram og við viljum að gera Laugardalslaugina sem er orðin hryggðara sjón í dag af hirðuleysi. Við ætlum að gera hana krúnut jásni borgarinnar. Þannig að sundlaugar borgarinnar verða áfram í eigu borgarinnar, alveg klárlega. Takk. Mjög gott. Píratar, Alexandra, nú hafið þið ekki í huga að bjóða hluta sundlauga í Reykjavík. Eru sundlaugar stór hluta grunnþjónustu Reykjavíka að ykkar mati? Sundlaugar í Reykjavík og á Íslandi eru bara stór hluti af okkar menningu og þjóðlífi. Og ég held að fæstir Íslendingar myndu vilja vera án þeirra. Við erum að greiða töluvert með rekstri sundlaugana. Það er bara alveg ljóst að ef við myndum farið það að bjóða út eða selja það, þá myndi annarkvort þeim vera lokað eða þá að þjónustan myndi snarversna eða þá að verðið myndi snarhækka. Og við bara teljum ekki að það sé boðlegt og við heldum að Reykvíkingar myndu ekki vilja það að við myndum missa þessa sundlauga menningu frá okkur með þessum hætti. Það getur alveg verið að megi skoða suma hluti, við erum ekki einstrengingslega með eða á móti einkarekstri en það þarf alltaf að skoða það með tilliti til þess hvað er að ræða og þegar er að ræða sundlaugarnar þá teljum við bara að það sé engin grundvöllur fyrir því. Og ég ætla kannski að nefna það fyrst við erum að tala um Orkuveituna. Við höfum alveg verið opinn fyrir því að fá inn einhverja með okkur í eins og Carbfix eða ljósleiðarna þó við viljum ekki missa meirihluta stjórnar en Orkuveitan sjálf, það kemur ekki til greina og ef við skoðum til dæmis hvernig fór þegar hlutur borgarinnar í Landsvirkjun var seldur á verði sem í dag mjög augljóslega algjört undirverð. Við höfum fengið söluverðið tilbaka í arðgreiðslum á kannski 2-3 árum. Þannig að maður bara passa sig mjög þegar það er farið í að selja eigur almennings sem eru að skila hagnaði og eru að sinna mikilvægri grunnþjónustu fyrir borgarbúa sem er á fákeppnismarkaði. Einar.
Já, mér finnst þetta bara dálítið fyndin spurninga en bara áhugaverð. Ég veit hún kemur úr þessari átt frá ykkur að bjóða út sundlaugarnar. Þið hafið greinilega aldrei verið í sveitarstjórnarmálum. Sko við hérna í upphafi kjörtímabilsins tókum við mjög miklum halla eftir óráðsíðuna kjörtímabilið áður. 16 milljarðar fórum í 100 hagræðingaraðgerða. Fórum inn í kerfið alveg nitti-gritti og skárum alls konar niður og reyndum að standa vörð grunnþjónustuna. Þú veist, leik og grunnskóla og velferðarþjónustu og allt þetta. En við gerðum eitt sem að gerði alla alveg brjálaða. Við skárum niður síðasta klukkutíman á sunnudögum í opnunartíma og þetta hefur bara litað allt kjörtímabilið. Þannig að bara ráðlegging til kjörinna fulltrúa sem að fara inn í borgarstjórn, passið opnunartíman á sundlögunum. Það verður allt vitlaust eða hreyfið við því. Fyrirgefðu Björlu maður. Ingimar, örstuð. Ég ætla bara þessi hræðsla við að breyta rekstrarforminu finnst mér einkennileg. Það breytist ekkit mikið. Í rauninni batnaði menntakerfið þegar Háskólinn í Reykjavík kom og hafði mikil áhrif á Háskóla Íslands til batnaðar. Þeir breyttu fullt af hlutum og ég var starfandi sjálfur í Háskólanum í Reykjavík og ég þekki þetta á eigin hendi. Og sama gildir við eigum ekki vera hrædd við að skoða svona hluti. Við erum ekki að tala um að gefa þetta alveg frá okkur, heldur erum við að tala um að bjóða út að reka þetta fyrir okkur. Og það gæti komið öðruvísi nálgun og öðruvísi hugsun og hugsanlega betri þjónusta. Takk. Guðmundur, ætlar þú? Já, ég ætla bara okkar kjósendur hjá Flokki fólksins eru nú þeir sem eru mættir fyrstir í sundlaugarnar á mótana. Við munum og ætlum okkur að veita gjaldfrás hérna í sund fyrir þann hóp. Þannig að það mun aldrei koma til greina hjá okkur að vilja kanna möguleika. Fæði, sund, klæði og það allt saman. Alexandra, Mike. Er það ekki svolítið ósmekklegt að lofa sérstaklega kjósendum sínum ókeypis í sund? Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta. Við erum brunnin út á tíma. Þakka ykkur kærlega fyrir. Takk kærlega. Við verðum að taka spjallið í... Erum við búin? Já. Má ég nefna eitt hérna, því að mér finnst þessu umræðum leikskólamálum svo skemmtileg. Nei, Það er stundum talað um hámarks árangur í stjórnmálum þegar andstæðingar þínir eru farnir að tala eins og þú og núna er allir í þessari kosningabaráttu að tala um vinnustaðarleikskóla. Mér finnst það gott, hún er mikilvæg þessu umræða og vonandi næst samstaða um það að brjóta eins upp þetta kerfi. Takk fyrir. Takk fyrir. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir. Takk. Og gefðu þeim gott klapp. Takk fyrir. Takk. Við ætlum næst að bjóða upp 5 oddvitum annarra flokka. Það eru Ari Edvald, oddviti Miðflokksins, Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, Pétur Martinsson, oddviti Samfylkingarinnar og Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vinstrisins. Ég talaði nú oddvita út á land daginn sem var mjög peppaður að fara í kosningabaráttu en svo sjálfkjörið í sveitarfélaginu hjá honum. Það var aðeins meira að gera á þessum oddvitum. Velkomin. Fáið ykkur endilega vatn hérna, það eru glös og vatn hérna til hliðar. Það eru önnur glös til þess að passa upp á allt. Það eru þarna, já. Við ætlum að byrja á að fara yfir spurningar og afstöður skatta og gjöld. Hér ætlum við aðeins að einblína á álögur á íbúa og atvinnustarfsemi. Þið eru nú nokkuð sammála að gjöld eigi ekki að hækka umfram verðbólgu og verðlag, en það koma ýmisleg sjónarmið fram. Það kom kannski smá óvart að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki mjög hlynntur því að lækka álagningarprósentu útsvarsins. Hildur, hver er svona besta leiðin hérna hjá ykkur að lækka álögur? Eitthvað mati?
Við erum auðvitað flokkur sem stendur með skattalækkunum, en við erum að leggja áherslu á það í þessum kosningum hvað getum við gert strax á næsta kjörtímabili. Ekki alltaf að vera bara að tala í langa framtíð, heldur hvað ætlum að gera strax á næsta kjörtímabili. Rekstur borgarinnar stendur mjög illa, það fengum við nú staðfest í ársreikningi sem við fjölluðum í borgarstjórn í gær og við sjáum ekki svigrúm til að lækka skatta strax á næsta kjörtímabili útsvarið, en við ætlum að lækka fasteignaskatta hins vegar á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. En til lengri framtíðar gengur auðvitað ekki að Reykjavíkurborg sé með útsvarið í lögbundnu hámarki og auðvitað viljum við almennt lækka það. Takk fyrir. Pétur, þið eru þau einu sem ekki viljið lækka álögur á húsnæði sem hýsir atvinnustarfsemi. Er að ykkar mati yfir höfuð hægt að lækka álögur á atvinnustarfsemi? Það er eflaust hægt að gera á ýmsa máta. Við, og ég sérstaklega sjálfur, styð atvinnustarfsemi í borginni. Ef við horfum aðeins á það hvernig borgin hefur verið að þróast, þá höfum við okkur fjölgað gríðarlega mikið íbúum borgarinnar. Fólksfjölgun og starfsfjölgun. Það er 35% fjölgun starfa á síðustu 10-12 árum í borginni og fjöldi fyrirtækja. Það eru næstu 50% aukning fyrirtækja í borginni á síðustu 10-15 árum. Þannig að ef við skoðum þetta í samhengi og setjum þetta í samhengi sem þessi hópur skilur mjög vel með framboð og eftirspurn, þá er mikil eftirspurn eftir að vera með starfsemi í Reykjavík og ég held að þessi skattar séu ekki svona kvöð eða álag á fyrirtækin. Mjög gott. Björg, nú viljið þið ekki lækka útsvar en eru mjög hlynnt í að lækka álögur á atvinnuhúsnæði. Hvar mun Viðreisn einblína sér svona helst í að lækka álögur á Reykvíkinga? Bara rétt álagningu útsvars. Ég skauti nú að þarna í athugasemdinni hjá okkur að það væri auðvitað draumastaða að geta lækka útsvar. Við erum bara raunsæ með það, við erum að taka við erfiðu búi, innviðaskuldin í borginni og mannvirkjum borgarinnar er sko upp að 30 milljörðum. Við þurfum bara að hafa augun opin fyrir því og þess vegna sagði ég þetta sem athugasemd að mér finnst mjög óábyrgt að ætla að lækka eitthvað útsvar þegar það er bara alls ekki forsendur til þess. Við erum að tala þið voru að tala hvað voru aftur að tala fyrirgefið þið? Bara lækka álögur, hvernig heikist þið lækka álögur Reykvíkinga? Já, við höfum talað með þeim hætt að við viljum byrja á því að taka til í kerfunum, mynda þar svigrúm, setjast niður með stjórnendum og finna hvar við getum skorið burt bara verkefni, sameinað og tekið út verkefni sem ekki lengur þörf á. Við viljum byrja okkur í pólitíkinni, við viljum fara vandlega yfir og koma kannski betur á því og eftir, fara vandlega yfir launastruktúr borgarfulltrúa og ég tel það bara ágætis byrjun að byrja þar og raka okkur bara svo í gegnum kerfið. Ég lít svo á að þetta verður bara sumari hjá okkur, farið dálítið í þetta með það fyrir augum að halda gjöldum á borgarbúa og gjaldskrám í algjöru lágmarki og veita sem besta þjónustu með þá takmörkuðu fjármuni sem við erum að sýsla með. Takk fyrir þetta. Sanna, þið eru hlutlaus að lækka útsvarið. Núna eins og Hildur kom inn á útsvarið í Reykjavík í botni. Hvernig vill Vinstri létta róðurinn fyrir íbúa? Já, það kemur kannski fólki á óvart en Vinstri er ekki að bjóða sig fram til þess að geta hækka skatta á allt og alla. Við viljum auðvitað bara sanngjarna skattinnheimtu og sanngjarna gjald. Þannig að auðvitað búum við í þannig umhverfi að það er launafólk og það eru ungir foreldrar sem eru í fæðingarorlofi og það er jafnvel öryrkjar sem eru öll að greiða samviskusamlega af sínum tekjum til nærsamfélagsins í formi útsvars. En það er einn hópur sem þarf ekki að greiða útsvar af sínum fjármagnstekjum og okkur finnst svona eðlilegt að ávarpa það í allri þessari umræðu. En auðvitað ef það skapast rými síðan til þess að lækka útsvarið ef við náum að fjármagna allt sem við erum að fjármagna vegna þess að við erum með sanngjarnari skattinnheimtu þá er bara mjög eðlilegt að fara í það að lækka það sem að þessar En mér finnst líka orðið álögur mjög athyglisvert orð og líka hvernig ég nálgist efnahagslegt frelsi. Ég alveg vonandi náum við aðeins að tala það á eftir því að frelsi er auðvitað getan til að geta framfleytt sér, lifa góðu lífi og haft þennan örugga grunn sem við þurfum öll í lífinu. Mjög gott. Ari, Miðflokkurinn vill ganga hvað lengst með ykkar svör. Þeir eru svona eins og Samfylkingin frekar hlynnt í að setja á þjónustutryggingu vegna lokunardaga í leikskólum. Hafið þið sett ykkur eitthvað markmið hvað þið getið lækkað kostnað fjölskyldna í Reykjavík? Varðandi, við byrjum á því sem er ljósgrænt með þjónustutrygginguna, þá hann kannski svona óskýrast í þessu, heldur bara að þegar að vera að tala lokunardaga,
þá held ég bara alveg eins og það verið að skilgreina hvað fær marga klukkutíma fyrir gjaldið, að það verið þá að vera rammað inn hversu mikil þjónusta veitt. Þannig að maður var bara ekki alveg eins klára á því eins og hinum, þess vegna það ljósgrænt en ekki dökkgrænt. En varðandi álagningarprósentu útsvars og fasteignagjalda, til dæmis á atvinnuhúsnæði og annað, þá var náttúrulega algjörlega augljóst þegar maður skoða til dæmis nýútkomin reikning borgarinnar að borgin býr ekki við tekjuvanda, hún býr við útgjaldavanda. Bara raunhækkun tekna borgarna síðustu 10 ári tæp 50%. Þannig að tekjur hafa aukist gríðarlega. Reykjavíkurborg ætti að hafa hagkvæmari rekstur en önnur sveitarfélög sem stærsta sveitarfélagið. Kom nú vel fram í greiningu við viðskiptaráðs að svo alls ekki. 50% hærri stjórnsýslukostnaður per íbúa heldur en í meðaltali 5 stærstu sveitarfélaga landsins. Reykjavík í 14,97% útsvari, hæsta. Reykjavík var aldrei þar, hún var lægri. Með 1,6% fasteignaskatt á atvinnuhúsnæði, það 1,4 þessi lægstir í kringum okkur, þannig að það atvinnurekstur að fá 12-13% lægri fasteignagjöld. Þannig að við segjum það augljóslega svigrúm til þess að reka borgina betur og hafa samkeppnishæf gjöld bæði á íbúa og atvinnulíf. Sanna Östuð. Varðandi samanburð annarra sveitarfélaga og hagkvæmni og svoleiðis, þá megum við ekki gleyma því að auðvitað Reykjavíkurborg að gera mun betur en önnur sveitarfélög, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, til að mynda í félagslegri þjónustu. Þannig við verðum að hafa það í huga þegar við erum að taka þessar hagstærðir og bera þær saman. Hildur? Mér langar að bræða stuttlega við umræðum þjónustutryggingu vegna lokunardaga á leikskólum. Auðvitað eigum við bara ekkert að vera með neina lokunardaga. En fólk þarf að átta sig á því að það kostar sveitarfélag rúmlega 500.000 krónur á mánuð að taka við einu 12 mánaða barni í leikskóla ef við telum fjárfestinguna inn og með hvernig rekstur sveitarfélaga stendur og þá ekki á það bætandi að bæta við þessari þjónustutryggingu. Það sem við þurfum að gera bara að breyta kerfinu. Við erum með rosalega dýrt og flókið kerfi og við þurfum að bjóða miklu fjölbreyttari og hagkvæmari lausnir. Þannig að við merktum þetta hlutlaust vegna þess að við viljum bara ekki að kerfið sé þannig að þetta þurfa að vera til umræðu. Björg? Já, það tala hér útgjaldavanda, ég get alveg einhver leyti tekið undir það. Það samt bara við áttum okkur bara á því hvert verkefni það að reka 100 leik- og grunnskóla, það auðvitað svaka útgjaldavandi fólkin í því, sem og velferðarþjónustan og skólaþjónustan auðvitað stærstu verkefni. Það bara það sem við eigum að vera að gera og það ekkert útgjaldavandi, það rosalega útgjöld, en þetta okkar hlutverk. Takk fyrir, það nóg að ræða. Mögulega gefst einhver aðeins meira tími til að hlaupa inn í og eftir. Hvað segirðu? Mér datt bara í huga til að hafa líflegra, að hafa viðbragð að hvert sem litið að því varst að tala, það væri bara svo mikil útgjöld en það væri ekki útgjaldavandi, en hvert sem litið eins og var nefnt áðan Brákaborg og eitthvað svona og allt þetta skólahúsnæði með lokað árum saman og annað bara mismanagement og bara gríðarlega óhófleg útgjöld sem að bara fel í sig gríðarlega sóun, hvert sem litið Takk fyrir þetta. Við ætlum næst að beina sjónum okkar að húsnæðismálunum. Og þar birtist nokkuð mismunandi afstaða ykkar til þess málaflokks. Við spurðum eftirfarandi fullyrðingar. Stefna ætti að aukinni hlutdeild leiguhúsnæðis, auka ætti hlutdeild óhagnaðardrifna íbúðakerfisins, verktökum á að vera frjálst að ákveða fjölda bílastæða við íbúðir í nýbyggingum, draga ætti úr vægi loftslagssjónarmiða í nýbyggingum og notast við reyndar aðferðir, draga ætti úr skipulagskvöðum við byggingu nýs húsnæðis og úthluta ætti öllum lóðum og markaðsvirði í opnu útboði. Pétur, þið viljið auka hlutdeild óhagnaðardrifna íbúðakerfisins á húsnæðismarkaði. Sjáið þið fyrir ykkur ennþá stærra hlutverk almennra leigufélaga og meiri opinbera stýringu? Já, ef við horfum á stöðuna í dag, þá fjöldi fólks, allt og margt fólk sem getur ekki alveg reitt sig á markaðinn. Leiga mjög há. Og það eru biðlistar eftir slíku úrræðum og mér hefur stundum fundist þegar ég að horfa á kosningaloforð eða stefnur hinna flokkana, sérstaklega til hægri, að það sé eins og það sé ekki þessi hópur til. Við verðum að horfa til þessa hóps og sem jafnaðarmannaflokkur þá þetta bara lykilmál fyrir okkur að passa upp á þennan hóp. Hildur? Þið viljið hvorki stefna aukinni hlutdeild leiguhúsnæðis né stækkuðu óhagnaðardrifnu íbúðakerfi en þið viljið samt draga úr skipulagskvöðum. Viljið þið hverfa frá stefnu núverandi meirihluta og hver svona kannski ykkar lausn í þessum málum? Við höfum verið á móti húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar.
Hún leggur áherslu á kvaðir á húsbyggjendur að tiltekinn fjöldi íbúða sé leiguíbúðir, félagslegar íbúðir og viðskiptaráð hefur einmitt fjallað það að á næstu árum 45% af því sem áformað að byggja í borginni óhagnaðardrifið húsnæði að einhverju tagi. Og ég hef bent á það að það ekkert í íslenskri samfélagsgerð sem bendir til þess að svo stór hluti fólks þurfi meðgjöf frá sínum samborgurum. Við viljum auðvitað standa með fólki sem höllum fæti stendur, en við þurfum líka að styðja fólk aftur út úr húsnæðiskerfinu félagslega þegar það getur. Og ég hef kynnt mér til að mynda tekjudreifingu íbúa félagsbústaða og þar ákveðin hópur verulega tekjuhár og það ekkert gert til að styðja þennan hóp aftur út. Við styðjum séreignastefnuna, við viljum koma flestum inn í séreign og gera fólki það kleift með því að byggja hérna miklu meira húsnæði, tryggja heilbrigðan húsnæðismarkað, aflétta kvöðum til að lækka húsnæðisverð. Og kannanir hafa sýnt að 90% þeirra sem á leigumarkaði vilja ekki vera á leigumarkaði. Þeir vilja eiga sitt eigið húsnæði og það besta leiðin til að koma fólki í öruggt húsnæði, að það eigi sína eigin eign. Björg, þið eru mjög fylgjandi því að draga úr skipulagskvöðum en eru hlutlaus gagnvart því að draga úr vægi loftslagssjónarmiða og að notast við gagnrýndar aðferðir. Hverju myndi þið helst breyta strax til þess að hraða uppbyggingu? Það eru nokkrir hlutir. Við sjáum það í tölum að það vantar algjörlega hringrás inn á markaðinn og við sjáum það bara að við tala við eitthvað miðaldra foreldri í dag, þau eru bara eitthvað please getur barnið mitt fara að komast að heiman svo við lifum hérna eðlilegu fjölskyldulífi fram eftir aldri. Það augljóst að við þurfum einhvern veginn að gefa í þannig að unga fólki hafi efni á að búa í Reykjavík. Mér finnst ógeðslega glatað, eða mér finnst mjög glatað fyrirgefið að unga fólkið þurfi að flýja í sveitarfélögin nálægt okkur, nágrannasveitarfélögin upp í Árborg eða Þorlákshöfn þar sem við sjáum mikla uppbyggingu. Þannig ég myndi vilja og við bara leggja það til. Við vorum að fá hérna inn einhverja ríkislóðir í gær til uppbygginga í Reykjavík. Ég myndi vilja leggja það til að þar getum við farið í eitthvað svona sérverkefni til að koma hringra á svona markaðinn og koma með einmenningsíbúðir. Við sjáum í tölum að það gríðarleg vöntun þar. Ef við bara berum okkur saman við hinn Norðurlöndin þá erum við með miklu lægra hlutfall af íbúðum sem unga fólki hefur efni á og þetta líka ágætt til að koma hringrás inn á markaðinn hinum megin frá. Það að segja hérna okkar bestu eldri borgarar sem sita í stóru húsunum sínum þau geti komist hérna í eitthvað minna og inn á markaðinn. Það einn svona lykil þáttur í þessu öllu saman sem ég myndi gjarnan vilja taka upp strax í Ráðhúsinu og það að taka aftur upp búsetukannanir. Við sáum það að við vorum einhver hérna á þingi HMS daginn. HMS var að birta núna búsetukönnun og Reykjavíkurborg gerði þetta árabil, hefur hætt þessu. Mér finnst það ekki gott að því við verðum að vera í synki við Reykvíkinga og spyrja hvernig viljið þið búa, hvað þurfum við mörg bílastæði og svo framvegis. Já, þakka þér fyrir. Já, búin. Takk fyrir. Ari, nú eru þið svona eini flokkurinn sem mjög fylgjandi því að draga úr vægi loftslagssjónarmiða í byggingu og nýbyggingum. Og finnst þér að borgin hafi gengið á langt í kröfum og tilraunaverkefnum við byggingu og húsnæði? Já, ég held að það sé nú augljóst að við erum mjög verið hampað akkurat svo maður staklist nú ekki alltaf á þessu sama dæmi. Það vann nú öll verðlaun sem hægt var að vinna. Þarna Brákaborgarverkefnið í þessu loftslagsmálum. Nei, auðvitað drögum við úr losun koldíoxíð eins og hægt á því sveið eins og öðrum og það var nú bara með stórum verkefnum eins og nota móberg í sementið og slíkt sko. En Ísland stendur mjög vel varðandi losun vegna notkunar og endurnýjanlegur orku og annað og þannig að það stendur ekki upp á Ísland að reyra að sér einhverja sultaról vegna þeirra mála umfram það sem í öðrum ríkjum. En ég vil nú aðeins fá að kommentera á líka þessi húsnæðismál. Það vill nú svo vel til ég get bent bara á mjög góða grein sem í Viðskiptablaðinu í dag sem heitir Einvél, ójafnaður og misskiptingar og reyndar eftir mig sjálfan. en þar ég að benda á það hvað stefnan meirihlutans á undanförnum 10 árum síðan að samningur var gerður vaxtamörk hefur knúið rosalega upp og miklu meira heldur en hefur í umræðinni verð á húsnæði. Og bara við teljum sem að ég og sá sem aðstoða mig við þá útreikninga að bara á 60 fermetra íbúð séum við að tala 22 milljónir bara í byggingarréttargjöld og vexti af þeim eða við 5 ára framkvæmdatíma og svo önnur gjöld, þið þekkið hvað skuldbindingar er látin í félagslega kerfið, fyrstu hæð í annað og svo framvegis. Og þannig erum við bara með hærri tölur heldur en bara hlutdeildarlán.
Þannig að ég kom inn á það síðar ef áhugi á tímabúin. Takk fyrir þetta. Sanna, þið eru svona afgerandi stuðningsmenn og hagnaðardrifna íbúðakerfisins og viljið stefna aukinni hlutdeild leiguhúsnæðis og þið vilja ekki draga úr skipulagskröfum við byggingu nýs íbúðarhúsnæðis. Ert þú þeirra skoðunar að við ættum að bæta enn frekar í opinber afskipti á húsnæðismarkaði? Sko, opinber afskipti, þetta er athyglisverð nálgun. Við búum hérna við markaðskerfi, ráðandi markaðskerfi sem hefur ekki tekist að skapa húsnæði fyrir okkur öll. Það er staðreynd og ég vona sem flestir vakna upp, opna augum fyrir þeirri staðreynd að ef að markaðurinn væri svona frábær þá værum við ekki með heimilislaust fólk, við værum ekki með einstæða foreldra sem eru sífellt að flytja á milli hverfa með börnunum sínum í leit að öruggu húsnæði af því þau þurfa að flýja leiguverðshækkanir. Það er alltaf verið að hækka leigu endalaust á barnafjölskyldur, á ungt fólk sem reyna að koma sér fyrir og þau sem reyna að kaupa sér, þau geta ekki af því frábæri markaðurinn, hann er hannaður svona til þess að við höfum ekki all aðgang á húsnæði. Þannig ég held að það sé gott fyrir okkur öll þegar við áttum okkur á því að markaðurinn er ekki að fara að leysa vandann. Húsnæði á ekki að vera þannig að sem mest af því sé byggt á hagnaðardrifnum forsendum, nei svona í alvörunni. Þú veist, við erum hérna með þessa grunnþörf, við þurfum öll heimili. Af hverju er það eðlilegt að fólk geti hagnast gríðarlega á grunnþörf manneskjunnar til að eiga heimili? Og svo skil ég ekki aftur viðskiptaráð er að tala svona rosalega mikið gegn óhagnaðardrifni húsnæðisuppbyggingu. Við þurfum öll heimili, núverandi leiðir ekki að virka, þá þurfum við að fara aðra leiðir. Við eigum heldur ekki að vera föst í einhverjum forræðishyggju og segja allir eiga einhverja hús sem þau kaupa með einhverju dýru láni og þannig á það bara alltaf að vera. Nei takk. Gott mál og áfram gakk. Við ætlum þá að skipta yfir í samgöngukaflan sem er nú kannski eitt af svona kosningamálunum enn sem hvað Mér finnst rosa miður að það er ekki hægt að bregðast við. Ég skilaði auðu að selja lóðir á markaðsvirði af því að ég tel, eins og kemur fram í þessari grein sem ég vitnaði til, að það sé ekkert hægt að tala neitt markaðsvirði í dag, það verður frekar að segja markaðsmisnotkunarvirði því að það er búið að knýja verðið upp, það er uppsprengt lóðaverð vegna ofurþéttingarstefnu og þess manngerðs lóðaskort og þess vegna er þetta viðbragð við því sem Sanna segir því að það er 91% fólks á Íslandi vilja búa í eigin húsnæði. Við vorum hérna með 80% fólks í eigin húsnæði. Núna er það í fyrsta sinn að falla undir 50% hjá aldursflokkhópnum 25-50 ára sem er mjög alvarlegt mál. Svona bregðast við. Af hverju er það? Er það kannski að því að leigumarkaðurinn sökkar og þess vegna væri fólk frekar til í eitthvað sem að sökkar kannski mögulega minna? Já, þegar Reykjavíkurborg hækkar verð á 60 fermetra íbúðum 22 milljónir þá bæði hækkar verðið og leiguverðið og þannig að þegar það verið að tala þá alltaf að skattgreiðendur er að byggja meira leiguhúsnæði þá erum við að bregðast við með plástrum við sjúkdómseinkjónunum í staðinn fyrir að leysa vandamáli sem er að víkka út borgarmörkin og byggja ódýrara húsnæði og líka á stærðum sem fólk vill. Hugsið ykkur að vera ennþá bifreið einkasala og fólki vildi kaupa litla bíla, bara vera löng röð eftir Yaris en mætti bara selja sjömannabíla. Björg, örstutt. Já, bara örstutt lóðirnar. Við vitum það öll að Reykjavíkurborg er háð tekjum af lóðasölu og þannig að verðið er keyrt upp og það er haldinni ákveðinni skortstöðu á markaði. Við vitum öll að þetta þarf að laga og við erum bara meðvituð það. Auðvitað er lóðaverð líka drifið áfram á lögmálunum frambúð eftirspurn. Það hefur verið skipuleg lóðaskortstefna í Reykjavík mjög langan tíma. Það sem við viljum gera er að skipuleggja mikið meira land, bjóða fram meira frambúð á lóðum. Auðvitað mun það hafa áhrif á markaðsverð til lækkunar. Þá fyrir við samgöngumálin. Við spurðum sem sagt nokkra spurningar samgöngumál. Það var leggja ætti umferðargjöld á háannatímum til að fjármagna samgönguframkvæmdir. Vinna ætti því að minnka vægi einkabílsins í samgöngukerfinu. Klára ætti samgöngusáttmálann, tryggja ætti greitt aðgengi að bílastæðum við atvinnuhúsnæði og verslanir og það á að vera frítt í strætóm. Og við byrjum kannski á þér, Ari. Þið í Miðflokknum eruð andvíg því að klára í samgöngusáttmálann og teljið að það er ekki að minnka vægi einkabílsins. Þið viljið samt hafa frítt í strætó eins og Vinstrið og Sósíalistaflokkurinn. Af hverju teljið þið það að vera vænlega leið? Þegar spurningum er stilt upp, þá voru náttúrulega verið inn í rammanum, það hefur komið fram í okkar áherslum sem sett fram að frítt í strætó verið tilraunaverkefni. Þegar það væri búið að bæta strætóin, þá vildum við
laða fólk til þess, hvetja fólk til að nota strætó með tímabundnum fríum strætó. En við erum á móti því að klára samgöngusáttmálann eins og hann af því að við teljum borgarlínuna miklu dýrari og umfangsmeiri lausn heldur en að þurfi. Það sé hægt að ná sama árangri í því að bæta almenningssamgangur með miklu hagkvæmari hætti og það skiptir máli. Það kom nú vel fram líka á góðri ráðstefnu í gær, greiðum leið, hvað marg tækifæri eru vannýtt til að greiða fyrir umferð. En með varðandi bílinn, þá vil nú taka það fram að ég persónulega sannfærður það, þó að sé erfitt að setja eitthvað fullyrða hvernig framtíðin muni þróast. Bílum mun fækka vegna tækniþróunar, ekki vegna þess að við skipum fyrir það. Alveg eins og bara Íslendingar eru 70% á rafbílum í dag. Það bara tækniþróun og með deilibílum og sjálfkeyrandi bílum og annað, þá mun fólk ekki vilja binda svona mikla peninga í þessu. Takk. Ég ætla einmitt að koma að þér núna, Sanna. Þið viljið minnka vægi einkabílsins og mér langar að athuga hvernig sjáu þið fyrir ykkur og með hvað aðgerðum sjáu þið fyrir ykkur að ná því fram svona án þess að skerða valfrelsi fólks? Einmitt, við viljum öll komast fljótlega á milli staða, að það sé öruggt að komast á milli staða og einmitt núverandi kerfi ekki að virka. Það eru mörg sem að treysta á einkabílinn, eru oft ein í umferðinni en myndu gjarnan vilja nota strætó oftar, hjóla oftar, kannski ganga oftar en aðstæðurnar bjóða ekki upp á það og þá það einmitt okkar að hlusta og bjóða upp á aðstæður sem að henta og þar þurfum við að bæta almenningssamgöngur. Þetta snýst að bæta á milli og innan hverfa við séum með góða tengingar. Þetta snýst líka að skapa þannig innviði að það sé þægilegt og auðvelt að taka strætó og getur beðið eftir honum á svona næstöðum þar sem þú færð ekki alveg bara haglið í augað á þér. Þannig að við auðvitað lítum svo á að með því að tryggja að þú getir ferðast þannig að það sé út frá þínu vali að þá einmitt erum við að tryggja þetta valfrelsi fólks. Gott, höldum áfram. Hildur, nú svariði okkar spurningum á mjög svipaðan hátt og miðflokkurinn í samgöngumálum nema þið vilja ekki frítt í strætó. Þið eru andvíg því að klára samgöngusáttmálann og viljið ekki draga úr vægi einkabílsins. Hvað greinir ykkar stefnu frá stefnu miðflokksins í samgöngumálum? Ég vil kannski byrja á að segja að við viljum endurskoða samgöngusáttmálann frá grunni. Við erum ósátt við það hvernig staðið var vörð hagsmuni Reykjavíkur við gerð þessa sáttmála. Við hefum samið aðra forgangsröðun verkefna. Við viljum taka Miklubrautargöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og flýta göngunum sem annars muni ekki klárast fyrr en 2040 eða síðar. Og við erum verulega ósátt við þá óvissu sem ríkir fjármögnun verkefna. Nú allt útlit fyrir að verkefni verði fjármögnuð að stórum hluta með vegtollum í umferðinni. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að fá skýrleika og skýrari svör við. Mér finnst, ég hissa á stefnu Miðflokksins frítt í strætó, við viljum ekki frítt í strætó. Mér finnst stefna Miðflokksins hljóma svolítið eins og þau telji strætó vera fyrir börn og fátæka. Allar mælingar á því hvaða sem að notendur strætó eða fólk sem getur hugsað sér að nota almenningssamgöngur vill og myndi fá þau inn í þessa almenningsvagna, það snýr ekki að vermiðanum, það snýr að þjónustunni. Að ferðirnar séu tíðari og þjónustan sé betri. Þannig að við viljum auðvitað miklu betra almenningssamgöngukerfi og gera það verkum að fleiri geti notað almenningssamgöngur, en við viljum ekki gera það eins og Samfylkingin og meirihlutaflokkarnir vilja gera það þannig að það sé þrengt að umferð. Það er alveg skýrt hjá okkur. Gott, Sanna Árstedt. Já, ég held bara að við þurfum að gera strætó dálítið svona hipp og cool til að losa úr þessu svona viðhorfi þetta sé bara fyrir fólk sem að báta því að strætó eru þetta bara fyrir alla og þá væri þetta gaman ef við gætum verið í þannig umhverfi að strætó sé nógu góður þannig að við sem flest hérna viljum styðja almenningssamgöngur eins og kom fram í öllum þessum TikTok myndböndum frá greiðari leið að við gætum einmitt kannski verið að sýna myndir af okkur í strætó og nota strætó oftar þannig ég held að það sé líka mikilvægt að tala almenningssamgöngur upp. Takk fyrir það. Heyrðu, Pétur, þið talið eins og Vinstri og Viðreisn fyrir því að klára samgöngusáttmálann og viljið draga úr vægi einkabílsins. Þið eru líka frekar fylgjandi umferðargjöldum á háannatímum til þess að fjármagna framkvæmdir. Er það eitthvað sem þið sjáu fyrir ykkur að koma í framkvæmd eftir kosningar? Fyrst aðeins með að gera strætó hipp og cool, ég er ekki viss að hjálpa að við séum að gera TikTok-myndbönd til þess að gera hipp og cool. Ég held að strætó sé bara ágætlega hipp og cool og það er mikið notað. Strætó er mikið notað í dag og bara tróðfullur á álagstímum á mótnana og seinnipartinn. Við þurfum að bara byggja innviði fyrir almenningssamgöngur til þess að fólk vilji ennþá frekar nota þetta. Þetta á að vera aðgengilegt og þægilegt. 2006 þá voru engi hjólastígar í Reykjavík, 0. Núna eru þeir hátt í 60 kílómetrar á
Á hverjum degi þá hjóla 5 til 10.000 manns til og frá vinnu. Hugsið ykkur það. Ef við myndum loka hjólastígunum og fólk myndi vera þvingað inn í einkabílinn, þá myndi það ná röðin frá KR-heimilinu upp á Kjalarnes. Þannig að sko ef við byggjum innviði eins og almenningssamgöngur, þá notar fólk þetta. Og það að þrengja að einkabílnum, það ekki að þrengja einkabílnum að bjóða fólki aðra kosti og gera þetta einfaldara fyrir fólk að fá eitthvað frelsi til þess að velja. Auðvitað eru það að þrengja að einkabílnum með fyrirhugaðri borgarlínu, til dæmis deiliskipulagið við Suðurlandsbraut, þar sem 2 akreinar eru teknar af almennri umferð, 40% bílastæði eru tekin fram við Suðurlandsbrautina og þetta er risastórt atvinnusvæði. Þarna eru fasteignir á stærð við fermetrar þarna af atvinnuhúsnæði á stærð við Smáralindina. Þarna starfa 2400 manns og stór fyrirtæki sem velta milljörðum og milljarða ofan. Auðvitað er það þrengjað umferð og þrengjað fyrirtækjunum sem eru þarna, það er alveg ljóst. Flutningsgetan á Suðurlandsbrautinni verður meiri, það koma fleiri. Á framkvæmda tíma verðum við að passa upp á að fyrirtækin geta starfað áfram. Hvort það sé 1 eða 2 akreinar í báða átt, skiptir náttúrulega heilmiklu máli. Ég hef ekki alveg skilið hvað þið viljið í þessu, hvort þið vildi halda 2 akreinum báðar áttir og borgarlínu og hjólastíga, og þá þurfum við að taka fleiri bílastæði hjá starfseminni við Suðurlandsbraut eða fara langt inn í dalinn. Mér líst ekkert illa á þessa útfærslu á Suðurlandsbrautinni, en það þarf að passa upp á þetta á framkvæmdum tíma. Ég var með Pétri í pallborði í gær og þá talaði hann að færa akreinarnar inn í dalinn og núna er það allt í einu hræðileg hugmynd. Þetta er skemmtilegt. En við höfum talað að breyta þessu þversniði. Það er gert ráð fyrir 2 tvöföldum hjólastígum sikkurum megin við Suðurlandsbrautina. Það er algjört ofmat. Við viljum halda áfram 2 akreinum í hvora leið og setja menn aftur á teikniborðinu að finna út úr því hvernig komum við sérakreinum fyrir almenningssamgöngur fyrir, án þess að þrengja að umferð og án þess að þrengja að atvinnurekstri á Suðurlandsbraut. Bara örstutt, þú eitthvað miskilið, ég var ekki að tala að fara með... Þetta er til á upptöku, Pétur. Sýndu mig það. Lokum núna umræðum Suðurlandsbraut. Höldum áfram með þetta. Björg, þeir eru hlutlaus gagnvart því að tryggja greitt aðgengi að bílastæðum við verslanir á meðan flestir aðrir eru jákvæðir. Er það ekki forgangsatriði hjá okkur? Jú, ég hugsaði þetta bara, þú veist, er þetta ekki eitthvað sem að atvinnurekendur og fyrirtækja eigendur á hverjum stað bara vega og meta og fá svolítið að stjórna því? Ég ætla ekki að fara eitthvað að telja, þú veist, fyrir búðirnar hvað þau þurfa. Ég nálgaðist þetta og þessa spurningu með þeim hætti. En fyrst ég byrjuð, má ég tala þessu samgöngusáttmálann? Please. Nei, ég sko bara, þessi samgöngumál, við getum orðað þannig. Sko, fyrir okkur í Viðreisn, þá snýst þetta frelsi og valfrelsi, við höfum að hafa sterka möguleika. Þú veist, þetta er ástæðan fyrir því að það er geggjað að fara til stórborga og geta að hoppa upp í lest eða hopp eða hvað við viljum gera. Þannig að það snýst það. Við erum öll háð einkabílum, ég á 2, ég elska að báða bíluna mína, nota benni, en ég er líka neitt upp í bílinn á hverjum einasta degi að það er ekki þjónusta, grunnþjónusta er ekki til staðar inn í hverfinu og nú er ég ekki bara að tala fyrir mig, þetta er svona í bara langflestum hverjum í Reykjavíkurborg, þannig að það er líka, þú veist, við þurfum líka að snúsa dálítið við, hvað getum við gert innan borgarinnar og innan hverfan og þetta er algjörlega augljóspunktur þar við verðum að hafa þjónustana í þannig nálægð íbúna þannig að þú getur labbað með hundin í leikskólan eða hvernig þú vilt haga þínu lífi. En mér finnst þetta samgöngusáttmálamál bara, það er bara búið að tala um þetta í hérna 10+ ár og örugglega miklu lengur. Ég held með þess að Gísli Marteinn hafi verið byrjað að tala um þetta þegar hann var í borgarstjórn, sko, við veitum öll hvað er langt síðan það var. Þannig að mér finnst óábyrgt að ætla einhvern veginn að fara inn í þetta núna og rífa í handbremsuna og endurskoða frá grunni. Ég ætla bara að fá að segja það. Þannig að við myndum gjarnan vilja fara inn í þetta mál þannig að við höldum áfram. Finnum út hvað þarf að gera til að við getum haldið áfram. Takk fyrir þetta. Herriði, þá ætlum við að fara í næsta málflokk og við ætlum að skoða stjórnsýslu borgarinnar. Þar er náttúrulega af nægu að taka en við spurðum eftirfarandi fullyrðingar. Leggja ætti niður mannréttindaráð og mannréttindaskrifstofu, fækka ætti borgarfulltrúum úr 23 í 15, afnema ætti 70% laun fyrstu varaborgarfulltrúa allra flokka, taka ætti upp eina greiðslu fyrir hvern borgarfulltrúa í stað nefndarálags og svo hvort að fækka ætti starfsfólki í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar umtalsvert. Kannski að byrja á þér, Pétur. Þið skilið hérna auðu þessi atriði sem að lúta að stjórnsýslunni í borginni. Má skilja það sem svo að þið teljið bara engra breytinga þörf í þessu sviði? Nei, kannski frekar að líta á þetta eins og þetta þarf bara að skoða. Það þarf ekki að koma óvart, ég er nýr í þessu og það var ég sem svaraði þessari könnun og ég er alveg
til í að horfa á það að fækka borgarfulltrúum. Mér finnst það ekki slæm hugmynd, en ég veit ekki hvort þetta sé tímapunkturinn að gera það. Ég greinilega bara á einum stað þarna skýr og það ætti ekki að leggja niður mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Og það finnst mér bæði vegna þess að þarna eru 7 mann sem starfa og þetta að mestu leyti lögbundi hlutverk Reykjavíkurborgar. En það einhver sögn í því að vilja leggja niður mannréttindaskrifstofu þegar mannréttindi eiga undir högg að sækja víðast hvar heiminn. Og þarna verið að vinna í viðkvæmum málum eins og heimilisofbeldi og aðgengi fatlaðra og fleiri erfið mál. Og mér finnst svolítið sérstakt að horfa að þetta sé oft eina sem, eða fyrsta sem nefnt til þess að hagræði rekstri borgarinnar að leggja þessa skrifstofu niður. Right, við höldum það áfram. Hildur, þið viljið aftur á móti kannski fækka starfsfólki frekar í stjórnsýslunni. Hvar væri best að byrja og hverju ætti að fórna? Ég kannski byrja á að nefna vegna þess að við styðjum að mannréttindaskrifstofa verði lögð niður og höfum gert í mörg ár og nú eru fleiri komnir á vagnin. Við erum ljósgræn vegna þess að mannréttindaráð, undir þeim hatti eru öldungaráð og fjölmenningaráð og ferlinefnd fatlaðs fólk sem eru lögbundin ráð sem við getum ekki lagt niður, þannig að það er skýringin á því. En við viljum leggja niður mannréttindaskrifstofuna. Það mjög margt, við viljum sérst minnka yfirbygginguna. Við viljum fækka milli stjórnendum, það þar sem lagið sem hægt að skera niður. Við erum með 100 mann sem starfa við sorphirðu hjá borginni. Við viljum bjóða þetta út eins og öll nágrannasveitarfélög gera. Við höfum miklar áhyggjur af veikindahlutföllum hjá borginni. Veikindi hjá borginni 7,5% á ári hverju heilt yfir, 10% í leikskólunum og hvert prósentustig hjá borginni kostar nærri milljarð á ári hverju. Þannig að þetta til mikils að vinna að ná þessu niður. Og auðvitað þetta einhverju leyti þurfum að kanna líður fólki illa hjá borginni, en það eru líka vísbendingur í einhverjum tilfellum að menn sé að misnota þennan veikindarétt. Við viljum auðvitað fara líka í skipulega niðurgreiðslu skulda. Skuldir eru dýrar í rekstri borgarinnar og ráðast í skynsamlega eignasölu. En við ætlum ekki að selja orkuveituna, Pétur, þó að þið í Samfylkingunni séu að dreifa því. Það stendur ekki til. Við ætlum að selja ljósleiðarann og Carfix. Sanna, Örstuð? Við viljum bara aðeins koma inn varðandi útvistuna því að tala að það sé hagkvæmara fyrir sveitarfélög, en við vitum að það er ódýrara í krónum tölum við skoðum krónurnar af því að það er verið að ná þessum hagnaði einhvers staðar út með því að þá keyra niður launakjör starfsfólks. Það er hlaupandi á milli staða að reyna að þrífa allar byggingar eins hratt og hægt er og þetta bara skapar álag á starfsfólk og býr til kostnað einhvers staðar seinna meir. Þannig að mér finnst alveg að við þurfum að tala um það líka í þessu samhengi. Björn? Já, örstutt, ég hef nú áður heyrt Hildi vinkonu mín að fara með þessa ræðu sem er ágætt. Bara halda þið til haga, 10% veikindahlutfall í leikskólum á sér skýringar. Þið þekkjum það öll við sem foreldrar, það er bara miklu meira álag og pestir og annað sem gengur og gerist þar. Þannig að mér finnst ekki endilega sanngjarnt að vera alltaf að draga það fram sem eitthvað ægilegt veikindahlutfall þegar við erum í nálað við kríli og smábörn. Ég ætla að bregðast við þessu vegna þess að fjármála og áhættustýringarsvið var með sérstaka ábendingu í ársreikningi sem voru með til umfjöllunar í gær og fjallar þar sérstaklega velferðartölur á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði og inn í leikskólunum sérstaklega að þetta sé áhyggjuefni, það sé til mikils að vinna fyrir borgina að vinna á þessu greiningar. Ég hef beðið innri endurskoðun að gera á þessu úttekt og það auðvitað skiptir máli líka við könnum hvers vegna fólkið okkar að veikjast, en það eru líka merki það og ég hef heyrt þetta frá leikskólastjórnendum að það séu kynslóður inn í leikskólunum sem eru með aðeins öðruvísi vinnukúltúr og eru kannski að misnota aðeins veikindaréttin. Takk fyrir þetta. Björg, þið viljið ekki afnema 70% greiðslu allra fyrstu varaborgarfulltrúa en teljið að fækka ætti starfsfólki í stjórnsýslunni umtalsvert. Þið hafið samt sem hefur bent á það að þurfa að endurskoða til dæmis launakjör og fjölda varaborgarfulltrúa. Hvar ætlið þið að byrja? Sko ég nefnilega var með alls konar athugasemdir við svörin mín, ég vona að þau verið birt líka af því að þetta skiptir auðvitað máli, sko við viljum ekki afnema 70% laun fyrstu varaborgarfulltrúa allra flokka. Málið er bara það, við viljum fara í heildar endurskoðun á launakerfi borgarfulltrúana. Við höfum sagt og bæði sagt í ræðu og riti að við erum opin fyrir því að fækka þeim. Það þarf lagabreytingu til þess og nú er verið að endurskoða sveitarstjórnarlögin og mögulega gengur það í gegn og þá verður þetta komið í gagni fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Þetta er bara ágætt. En það sem við getum gert núna, við sem vonandi bara komumst inn í ráðhúsið, við
við getum ákveðið til dæmis það að fyrsti varaborgarfulltrúi sé ekki með 70% laun. Við getum ákveðið það bara borgarfulltrúi 18 til 23 verði með 70% laun. Ég mjög opin og til í þessa umræðu og mér finnst bara góður siður að byrja því að taka til heima á sér og ég lít svo á að við í pólitíkinni getum vel gert það að því mér heyrist og mér finnst það bara ágætt að það verði dálítið skipt gír í ráðhúsinu eftir kosningar og við höfum mörg talað um að við erum tilbúin með skrúbbhanska í vorhreingetningu og mér finnst bara góður bragur á því að við ætlum að byrja á okkur og byrja á okkar launastruktúr. Þetta eru háar fjárhæðir og ég veit alveg til þess að fólk sem fer fyrir stórum nefndum og situr í borgarráði og annað, það bara mjög mikið álag. Það ekkert jafn mikið álag á öllum 23 borgarfulltrúum, þannig að ég myndi gjarnan vilja fara í þessa vinnu. Sanna. Það bara að koma örstutt inn í þetta. Það hefur verið gaman ef að Viðreisn hefur tekið undir einhvern tímann á þessum 7 árum tillögur að endurskoða launakjör kjörinna fulltrúa því ég hef nú verið hávær það, þetta sé allt of hátt og við ættum ekki að taka svona mikið til okkar. Þannig að það hefur verið gaman að fá stuðning þar síðustu árin. En heyrði ég rétt áðan með leikskóla starfsfólk að það sem geti mögulega útskýrt háa veikindatíðni sé að starfsfólk sé að þykjast vera veikt. Erum við komin þangað? Ekki starfsfólk almennt, en ég hef átt marga fundi með leikskólastjórnendum sem hafa lýst áhyggjum af því og þetta reyndar eitthvað sem að vinnumarkaður lýsar áhyggjum af, að það séu ungar kynslóðir sem að misskilja aðeins veikindaréttin, misskilja þess að kannski 2 veikindadagar sem þeir eigi hverju mánuði, að það sé eitthvað sem að þau geti nota sér með öðrum hætti. Mér finnst bara ástæða til við felum innri endurskoðun að framkvæma úttekt á þessu. Ég bara enduróma það sem ég heyri innan úr leikskólasamfélaginu frá stjórnendum og þeir lýsa áhyggjum af þessu og mér finnst sjálfsagt að skoða það. Björg, örstutt. Nei, bara örstutt af því að hér ekki Lóa til að svara fyrir sig. Ég ætlaði bara ítreka það að hér nýr listi og nýtt fólk í framboði, þannig að ég hlakka til að tala um þetta við þig, Sanna. Sannlega, og þá ég veit þín Sanna, þeir eru hlutlaus gagnvart því að fækka starfsfólki borgarinnar. Nú höfum við séð starfsmannafjölda í stjórnsýslu borgarinnar vaxa langt umfram íbúafjölda í Reykjavíkur. Finnst ykkur stjórnsýsla borgarinnar í góðu standi? Ég meina auðvitað starfsfólk að halda utan mikilvæg verkefni að sinna þeim þegar við pólitíkusar erum að setja einhver verkefni af stað þá þetta gott að við séum með sviðin í að ég haldi þessu svona fjær að við séum með sviðinu í okkur með okkur í að vinna þessi verkefni hratt og örugglega svo að þau séu ekki að festast lengi í kerfinu að við náum að hrinda þeim hratt af stað. En auðvitað bara eðlilegt að vera sífellt að skoða hvaða verkefni eru við með, eðlilegt að endurskoða eitthvað af þessu, kannski hægt að nýta tíma starfsfólks betur eða með öðrum hætti, auðvitað þetta eitthvað sem við þurfum auðvitað bara að vera alltaf meðvituð og tilbúin að rýna reglulega. Ari, þið eru mjög afgerandi í ykkar svörum að vilja niðurskurð í stjórnsýslunni. Hvar myndirðu svona fyrst beita niðurskurðarhnífnum? Sko, ég hef nú ekki verið hrifinn að því að úttala mig fyrirfram áður við komum nær viðfangsefninu en svo maður vitni nú aftur í það er greiningar sem maður séð meðal annars frá ykkur þá náttúrulega Reykjavíkurborg með að við stærð eða per íbúa með 40% fleiri starfsmenn heldur en önnur sveitarfélög smærri 7 á hverju 100 íbúa starfsmenn og meðan að önnur með 5. Þannig að það er bara augljóst að þar þarf að líta til og mér finnst bara rétt að stjórnmálafórustan gangi á undan með góðu fordæmi og byrja á sjálfu sér og aftur í greiningu sem þú varst með Lísbeth að þá kom náttúrulega fram að með við höfðatölu þá væri Reykjavíkurborg með, ég verð að segja hægt svo þið trúiði með 15 sinnum fleiri launaða borgarfulltrúa heldur en meðaltal höfuðborgar Norðurlanda. Við erum með 15 sinnum stærri hóp heldur en hinar borgirnar, Oslo, Stokkólmur, Kaupmannahöfn, á launum. Þannig að það er svo augljóst að þetta getur ekki verið svona og við þurfum að skera þetta niður. En líka bara út frá minni reynslu í atvinnulífinu, þá er maður bara vanur því að þurfa að skoða allt. Bara eins og að ég svaraði, já, skoða að bjóða út rekstur sundlaugana, það er ekkert víst að endi þannig, en alltaf þegar einhver segir, ef við ekki að skoða þetta, jú, ef við að skoða þetta. Og með sorphirðu, ég nefnilega kíkt á það fyrir ég held að það hefur verið 30 ár síðan sem ég var í verkefni sem tengdist í. Þá ég svo hissa hvað við vorum með lága framleiðni í sorphirðu að því ég vissi alveg að það var rosa afkastakerfi og menn bara hlupu með trillurnar og hættu á föstudögum á hádegi en það var ekkert út af því. Annars staðar voru menn konum með bara einhverjar skúffur sem settu inn í blokkina og tóku bara út með einhverju vél og eitthvað svona. Þannig að það ekkert alltaf hægt að hugsa svona að það sé bara verið að rýra kjör starfsfólks. Það þarf að
velta öllum flötum upp til þess að sjá lausnirnar. Takk fyrir þetta. Áður en við klárum, þá langar okkur að ganga á línuna og svona bjóða ykkur að koma með ykkar loka skilaboð, höfuðáherslur og svona það sem að þið brennið fyrir. Við byrjum bara á þér, Sanna. Já, 96 líka. Þetta minnir mig svona á borgarstjórn, ég rána með þessa skilvirkni að halda vel utan tíman, en vinstrið leggur áherslu á að við búum öll við efnahagslegt frelsi og til þess þurfum við öruggt húsnæði, við þurfum að tryggja grunnurinn sé í lagi, við þurfum góða skóla fyrir börnin okkar, góðar samgöngur, þannig að við komumst örugglega og með skilvirkum hætti á milli staða. Og það gott fyrir samfélagið allt. Við græðum öll á því að ójöfnuður sé í lágmarki, það gott fyrir auðvitað fátækasta fólkið, en líka fyrir ríka fólkið, af því að það hefur bara sýnt sig að það gott að búa í jafnara samfélagi. Við þurfum auðvitað að vernda náttúrun okkar, af því við viljum halda áfram að búa hér með okkar framtíðarkynslóðum, þannig ég segi bara X við A, þó ég sé kannski ekki réttu krátið til þess, en hver veit. Pétur? Já, við höfum gengið gegnum mikinn vöxt í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 19.000 mann, sem bara Akureyri eða Garðabær á 10 árum. Og eins fjölgun fyrirtækja og starfa í Reykjavík. Og þetta hefur haft smá svona áhrif á rekstur borgarinnar, mögulega á fjölda starfsfólks. Við eins vegar viljum halda áfram á þeirri línu að byggja upp borg á grunni jafnaðarmennsku. Við höldum þessi mjög mikilvægt, svipað og Sanna að segja, að það best fyrir okkur öll. Sósíaldemókratísk borg jafnaðar eru bestu borgir í heimi. Við heyrum núna, eða mér finnst ég heyra frá hægri kantinum að það sé ykkur uppeyja og það að einkavæða meira og þá ekki að byggja óhagnaðardrifið. Ég óttast að við förum þá leið að það eru hópar í samfélaginu sem munu gleymast. Þannig að við munum leggja áherslu á þessa hópa og áframhaldandi jöfnu í samfélaginu. Takk og Hildur. Sjálfstæðisflokkurinn telur komið tíma á breytingar í Reykjavík og það kemur reyndar í ljós að 73% borgarbúa eru okkar sammála, samkvæmt skoðanakönnun sem við létum framkvæma fyrir okkur, þar sem 73% fólks í Reykjavík vilja sjá breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Við erum búin að kynna verkefnalistan okkar inn á vefsíðun okkar xtreykjavik.is, þar sem við erum með 100 daga verkefnalista, 12 mánaða og 4 ára og fyrsta loforðið okkar við lofum engu sem við getum ekki staðið við. Áherslur okkar snúa því að koma fólki hraðar á milli staða, að hér séu öflugur húsnæðismarkaður þar sem fólk getur komið sér þak yfir höfuðið og eignast sína eigin eign, að hér séu fjölbreyttar lausnir í boði eftir fæðingarorlof og grunnskólarnir okkar séu í fremstu röð og svo þurfum við auðvitað að taka til í þessu borgarkerfi. Og svo ætla ég að segja að lokum, ef að fólk vill sjá breytingar hér eftir kosningar, þá verður að tryggja að Sjálfstæðisflokkurinn sé nægilega stór til að hann geti orðið burðarás í nýjum meirihluta. Vegna þess að hingað til hefur ekki verið hægt að mynda meirihluta í Reykjavík öðruvísi en að Samfylking eða Sjálfstæðisflokkur burðarás í slíkum meirihluta. Við bjóðum okkur fram til að vera þessi burðarás breytinga og óskum auðvitað eftir ykkar stuðningi. Og Björg. Ég fór í pólitík út af mygluðum leikskóla og það alveg hægt að tala aðeins lengra það mál, ég ætla að hlífa ykkur við því. Ég fór í pólitík vegna þess að grunnþjónustan í Reykjavík virkar ekki. Ég foreldri og fann minn farveg innan Viðreisnar og við erum bara mörg hver á þessari skoðun og listanum hjá okkur bara fólk sem hefur reynslu á borgarkerfinu út frá ólíkum áttum sem foreldrar, sem atvinnurekendur, sem fólk sem að reyna að stofna hér fyrirtæki eða gera eitthvað næs fyrir samborgarna og lendir í sífelldum flækjum og á veggjum og við áttum okkur öll á því að grunninnviðir og þjónustan ekki til staðar. Þetta finnst mér mjög miður. Reykjavík á að vera borg sem fólk velur að búa í og elskar að búa í. Unga fólkið, næsta kynslóð, minn draumur að þau hafi efnaði að búa í Reykjavík og vilji vera hérna, vilji stofna sína fjölskyldu, fái sína þjónustu og verði síðan góðir útsvarsgreiðendur til framtíðar. Það skiptir máli að borgin sé skemmtileg, borgin segi hvernig get ég aðstoða þig, hvernig get ég þjónusta þig, ekki hvernig má ég hafa eftirlit með þér og leggja stein í þína götu. Þetta skiptir máli. Við eigum að fara vel með peningana, við eigum að minnka kerfið og við eigum að búa til einhvern veginn líflega kraftmikla framsækna borg þar sem við berum virðingu fyrir fólki úr öllum áttum. Takk fyrir mig.
Fyrir og Ari að lokum. Já, miðflokkurinn vill að við þróum borgina í samræmi við vilja íbúana og það tekur til hérna meðal annars skipulagsmála, umferðarmála, húsnæðismála, þessara þáttar sem við verðum að tala og það þarf að bæta rekstur borgarinnar til þess að það sé hægt að bæta grunnþjónustu við íbúa Reykjavíkur en samt hérna lækka gjöld. Það var minnst á það hérna áðan að það hefur komið könnun frá HMS og Reykjavík er hægt að gera slíka kannanir. Þær hafi ekki verið gerðar frá Reykjavík eftir 2013 af því en líkuðu ekki svörin. En það má sjá af könnun HMS að það eru kannski 4% sem að styðja þá leið sem að borgin er á í þessum megin málum sem ég nefndi. 20% ef að bara tekið 101. Þannig að það er augljóst að þar þarf að breyta kúrs og það ætlum við að gera. Ef að kjósendur veita okkur brautagengi til. Takk. Já, kærar þakkir, bæði þið 5 og hinn 6 sem voru hér áðan fyrir þáttökuna og fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera með okkur í dag. Við vildum með þessum umræðum varpa skýrara ljósi á áherslum frambúðana og mér finnst það að hafa tekist. Við Maggi erum allavega mikilsvísari. Aldeilis og ég mitt samhliða þessum fundi eins og við komum fram hérna áðan, gáum við út þennan kosning áttavita og hann er að nálgast inn á okkar vefsíðu waffi.is en öll frambúðin sem svöruðu 30 spurningum í heild. Þannig að kíkja endilega á það og bara gangi ykkur vel í baráttunni og bara takk fyrir okkur.